Já, smá tónlist. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and that he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Andy came from out on the island. In the bathroom, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay. Byrja bara. Ok. Byrjum bara. Það sem ég ætlaði að gera núna að tala verkefni 4 en kannski líka aðeins verkefni 3. Ef við hafið lesið þessa verkefnislýsingu þá fyrir verkefni 4 þá hérna neðst svona context diagram og container diagram. Þannig að mér langaði aðeins að kynna þetta. Þetta sem sagt lausn á skilaverkefni 3. Og þá setti ég upp þetta svona eins og þannig að þetta þá eins og ég myndi telja mjög góða lausn á skilaverkefni 3 kontekstdiagraminu. Þarna ég með user og operator efst. Svo ég með desktop, webbrowser og Android app. Það svona, já, við getum líka verið með anonymous user. Síðan ég með þarna inn á þessu línum Android appi og webbrowserin bara að gera það sama. Hugsanlega einhver munur á þessu, það oft þannig en kannski þetta bara hérna sami API-ið, þannig eitthvað rest. Síðan það operatorinn. Operatorinn hann að creata tournament, importa og monitora og managea hlutina. Þannig að þegar maður gerir context diagram þá maður alltaf að setja okkar eigin applikasjón í miðjuna. Bara, þú veist, hverjir snerta okkar lausn, hvaða stakeholder eru. Og það eru þarna 2 userar uppi og síðan eru 2 userar niðri. Við getum kallað á users, en það eru þarna stats og svo eval gæja. Stakka þetta. Já, ég ætla að hafa þetta bara fyrst inn á hérna svona, bara sjá sko allt saman. Þannig að þá erum við með deposits og withdrawals þarna yfir í eval pack og svo stats þá það information on players, þannig að þetta allt svona snertir kerfið. Þegar ég eru líka til í svona enterprise-lausnum þá mjög oft svona export. Þá að finna að exporta einhverju fæli út úr einhverju, að því að það verið að handla sölur, deposits og withdrawals og þá export-process sem að býr til fælinn sem borin saman við eitthvað annað. Hann sendur yfir í SAP-kerfi eða eitthvað Aggresso-dót sem að væri þá sem væri þá eitthvað svona fjárhagskerfi. Þannig að þessi kerfi aldrei í svona einangruð, en þetta var bara hugsað það og takk ég eftir því bara hérna svona smá
on the side, ég seti þetta upp svona, þannig að ég byrja á því að segja hérna sko, hvað þetta sko, og svo kemur hérna see context diagram figure 1, þannig að ég vísa í textin figure 1, það kemur fyrir figure 1 í textanum áður en myndin kemur. Þannig að þetta svona reglan, þannig að þess að þegar þú ert að lesa svona skýrslur, poppar allt inn einhverju myndu og það hvergi vísað í hana úr textan. Það bara óþolandi eða bara það mynd og ekkert meira. Þú veist, hvað þessi mynd að gera? Hvaðan kom hún? Á ég að lesa hana? Á ég að skilja hana? Af hverju hún hér? Þannig að það ekki nóg að vera bara með hausinn svona og segja bara að þetta context diagram, það þarf aðeins alveg útskýra þetta og þannig gera menn þetta. Allavega, síðan ég með hérna smá útskýringar á þessu operatorinn og stats og hérna segi bara frá öllu þessu dóti sem bara svona eins stutt og hægt því að maður vill ekki orðið lengi og mikið. Ef þetta too long to read, þá ekki lesa það. Nú síðan tók ég þennan hérna webbrowser fyrir, þannig inn í þessu hérna, ég zoomera þá inn, hérna sést ekki webbrowser heldur, ég zoomera inn í Rufan. Nú Rufan aðalatrið, en ég ætla ekki að fara í detailið. Þetta svona aðeins að fara neður, en ég ætla ekki að fara í að sjá hvað inni, hvað servisar í gangi og svo. Þannig að ég setti þetta upp sem 2 webappa, af því að það mætti vera 1. Ef þið hafið eftir 1, þá það svo sem allt í lagi líka. En kannski væri sniðugt að hafa sér webþjón fyrir að gera menn í raun, sko. Svo setti ég hérna containerinn, það alltaf einhver container að keyra, sko. Það keyrir ekkert bara einhvern veginn. Það container á störfum. Og containerinn, það bara ef ég keyri main-forrið, þá Java virtual maskínan container. Það keyrir ekkert nema inn í einhver öðru. Við köllum það GA. Þetta svona eitthvað sem falið fyrir okkur vanalega, en nú hugsum við container. Spurning. Hvað Netty? Netty vefþjónninn sem að Play frameworki notar. Svipað á Apache, svipað á Jetty, svipað á, þetta bara vefþjón. Ef þið hafið haft Apache til dæmis að inni, þá það alveg ásættan. Það alltaf leið. Bara að sé einhver vefþjónn, þannig að segja að þetta keyrir í VFCOM. Ég fór bara og kannaði hvaða vefþjónn í Play og þá var mér sagt að það væri þessi útgáfa, þannig að ég notaði hann. Allavega, ég setti upp 2 vef, þar að segja að það eru 2 konteinerar sem eru þá VF-applikasjón, svo ég með database konteiner og svo ég með konteinera fyrir hvern og einn af þessu. Hugsanlega mætti sameina þá í 1 konteiner og hafa þetta saman, það alveg hægt. Það ekki stórt atriði að menn gera það bara að þeir komið fram, en þá ég hérna með importerinn og þeir keyra bara upp hver og sér í sínum VM. Og svo ég með þennan connector hér og við vitum ekkert þennan protokól, mér datt ekkert sniðut í hug með þennan protokól, þannig að við gerum bara, en þetta eitthvað sem keyrir upp og svarar fyrirspurn, þannig að þetta lifandi gaur, sko. Þetta ekki klasi sem að þú kallar á og linkar við, þetta bara einhver gaur sem að keyrir, hann bara hann að situr einhver datasettir hjá okkur og svarar einhverju. Það getur verið RM í Java Remote, það getur verið Korba þessuna, sem væntanlega, ef það lifandi þá. En það svona, ef það banki, þá veit maður aldrei. En þetta aukaatriði, það skiptir engum máli hvað prótókollin Þetta bara til að hafa eitthvað svona bitastæðara á myndinni. En það allavega einhver proprietary prótókoll, en ég setti þetta svona inn vegna þess að þetta svo raunhæft. Banka-interface yfirleitt þannig að þú farið ekkert að vita banka-interface fyrir en að það þarf að vera live. Þannig að þeir hugsa sko, þeir hugsa yfir þannig að velgengni þín ekki eitthvað sem að þeir hafa áhyggjur af, sem skrítið af því að þeir ættu að gera það. En hvaðan það? Geta lítið banka. Svo segi ég aðeins með serverinn Rufan uses Microsoft SQL server for record data. Það kannski ekkert svona stór mál að átta sig á því hvað fyrir í database, en það kallað record data. Vegna þess að það til svo mikið af gögnum, sem gögn bara temporary og hanga bara í einhverjum sessjónum og deyja sig. En það sem fyrir í database, það alltaf record data. Ok, hvað það? Svo aðeins útskýrt, svo koma prósessornir og síðan aðeins talaði þennan banka-interface sem við vitum ekkert hvað hann kemur ekkert meira við sögu hjá okkur. Þannig að þetta eiginlega verkefni 3 sem svona grunnurinn að 4, svo ætlum við að útfæra svona einhver brota þessu í 4. Nei. Hvað, component diagram? Ok. Sko,
það sem ég langaði að gera að í raun og veru bara að teikna hérna. Það sem ég var að spá ég, sko, nú, það sem ég var að spá ég er að teikna svona upp hvernig við myndum gera þessi diagram. Eða hvernig við myndum allavega hanna skilaverkefni 4. Og sko component diagramið, ég kom ekki með það, en það myndi vera með öllum þessum service. Þá ertu með account service, þennan service og þeir talaði við database-in. Það til dæmis basic. Ég hefði mátt setja það hérna, en ég ætla ekki að teikna það. Það er hérna, hvað er þetta? Það opna bókin okkar. Það sem ég ætla að langa að teikna hins vegar í staðinn er hérna klassaritið, sko. Af því að það nýtist svo vel fyrir hérna 4. Já, sko component diagram, sko component service er það sama. Þannig að það væri þá bara kassi sem að þannig að þá erum við að fókusa inn á þannig að við erum að fókusa inn á þennan webserver. Ok, hvað er inn í webserverinu? Og það sem er inn í webserverinu, þar eru þessi servicear. Wallet, player, og þeir tala síðan við database-in og það er þetta teiknað upp á svona mismunandi máta. Þeir tala líka við, já, þeir tala við hérna database-in og það er eiginlega basically það sem þeir tala við. Þannig að service-arnir eru settir svona bara. Ég er að segja hvaða komponentir eru að keyra í þessu. Og import-prósessanir, finnst ykkur að þeir eiga að vera þarna inni? Þeir ættu ekki að vera þarna inni. Þannig að þess að þeir eru ekki í vefþjónunum, sko. Þeir eru að keyra einhvers staðar. Já, þeir þurfa ekkert að vera, sko. Hérna er database-in fyrir ofan, þannig að þeir eru ekkert með í þessu, sko. Það er einhver annar component diagram sem er miklu einfaldara, sem tekur ekki að teikna, sko. En þetta mann er alltaf að teikna svona myndir. Þetta eru þessar servicear og hver af þessu er standalone kerfi sem að deployast inn í vefþjónunum. Já. Hver af þessu er bara sjálfstæðar eining. Svo ef ég breyti playernum, þá bara replace ég þessu hérna tók. Þannig að þetta er svona component diagramið sem var í skilaverkefninu. Það sem ég langaði að teikna hins vegar upp hérna, það er hvernig hönnum við svona kerfi alveg frá grunni. Það er að segja, nú ef við bara förum í skilaverkefni 4 og segjum sem svo að ég ætla að búa til hennan import-prósess. Bara við loka glugganum. Hækka ljósin aðeins. Svona. Ok, sem er þetta að gera player import. Ok, hvernig virkar þetta? Þá erum við með einhver síðu hérna. Það er stats og hann er með request, þannig að ég ætla að búa til process sem er einhver kassi hérna og hann á að fara á þennan vefþjón hérna og sækja þetta content hérna og hann á að setja það síðan í database. Þetta er eina sem þessi player import gerir. Nú það sem hann fær hérna hjá mér, það er að þetta er process, þá fær hann process XML og það er nafnið á þessu dóti og hann les þetta hérna inn. Það er runnerinn sem keyrir, gleymið því ekki þegar ég fer að keyra það, þá er það runnerinn ekki sem er inn í RUD framework. Hann les þetta hér og hann setur inn í database. En til þess að setja þetta inn í database, þá þarf hann í raun og veru að Hvað segirðu? Hann er einhvers staðar hérna inn í þessu frameworki, sko. Já, ok. Og hann er bara linkaður við, sko. Spurningin var með runnerinn, hvar hann væri í þessu, hvar hann myndi teiknast inn.
En hann keyrir þetta upp, hann kannski svona frekar bara umhverfið í kringum þennan. Þannig að við getum þá teiknað þetta sko sem bara RU process framework sem að þessi vinnur í. Þannig að hann hefur alltaf aðganginn að þessum runner líka sko. RU runner. Allavega, þessi gaur hér, hann þarf að setja í tunnuna. Hér playerarnir. Einhvers þar, players. Og þið munið þessi butt ugly JSON-fæll. Tökum hennan fæl og poppulerum database. Það sem við gerum það að við þurfum einhvern veginn að hanna restina hérna. Þannig að þessi hérna, player import process, hvað á hann að nota? Og þá kemur hönnunin sem við ætlum að búa til. Þetta þá hérna bara class diagram hérna sem kemur á fyrir. Það sem þessi þarf að gera, hann þarf að nota service. Þá ekki að service eins og komponent, þetta service eins og klassa. Og það sem ég hef skilgreint hérna class interface, player service. Þetta líka upprýðun af því að við erum búin að fara í gegnum þetta. Þetta interface. Og hann með fallið add player. Sem að tekur player. Player P. Add player. En þetta interface. Og þegar interface þá þarf ég að búa til einhvern klasa sem útfæri þennan. Og þá bý ég til klasan player service. Og þetta allt í pakkanum service. Player service, hvað höfum við? Við notum stub hérna, muni. Við erum alltaf að nota stub. Núna fyrir við í databaseinn og ég get skipt hann hvað sem ég get skipt hann bara data, það svolítið villandi en gerum það bara, látum hann heita data og þá útfærir hann hérna add player en hvað kemur þá hér? Hvað kemur hér? Hvers konar kóði kemur þarna? Engan hugmyndir. Í þennan hér. Nei, hann ekki að skjöldið. Nei, við skulum ekki hugsa Hibernate. Það sem kemur hérna í raun og veru rosalega lítið. Þannig að við erum hérna, punktalínu. Hérna ætla ég að setja data. Ok, hér SQL. Ekki SQL yfir þessu línu. Ekkert. Ok, þá eiginlega ekkert fyrir þennan að gera, því að þetta bara mokstur hérna fram og tilbaka. Þannig að hér getum við gert einhvers konar domain logging. Sem í þessu tilfelli bara, hefur hér player, ég ætla að bæta hann við aftur. Það mjög erfitt að samfæra menn þetta sé domain logging, því að þetta svo lítið og ómerkilegt fyrirbæri. En hér staðurinn fyrir domain loggingina ef hér þarf að gera. Ef að playerinn eitthvað skrítinn, það þetta validar hann. Þessi hérna hann tekkar á því hvort að primary key sé eða required field sé ekki nú örgulega inni og heilindi gagnana. Ef að playerinn þá þarf hann með country líka og svo framvegis. Hann þarf að vera í lagi. En hann getur ekki gefið sér neinar forsendur domain logíkinn í kerfinu. Þannig að hér gæti verið alls konar svona if-setningar. If þessi player svona, þá myndum við ekki bæta hann við kannski og svo framvegis. Þannig að hér domain logík. Í þessu ákveðnu tilfelli þá hún bara rosalega lítil. Þannig að það sem ég þarf að gera hér að segja hérna player data gateway punktur add player aftur eða við getum að láta hann heita create eða new, það þarf ekki að heita það sama create og svo fer player hérna sami playerinn og kom hér, skiljið. Þannig að í raun og veru eina sem síðan get ég tekið á villum hérna, villumeðhöndlun, ég get athugað ef að databaseinn springur í loft upp, þá hérna get ég greipið það hérna og reynt að gera eitthvað. Ég myndi frekar kasta því áfram og láta processing gera það, því að hann stýrieiningin, hann datamatterinn hérna, hann svo sem byrjaði, hann svo sem ræður.
þá geti hann skrifað bara út á skjáinn, þessi notandi, hann ekki með first name, hann verður ekki bætt við, sorry. Þá kemur bara texti hérna, that's it, sko, hann var ekki með. Ef það required, sem náttúrulega gott að hafa required, þegar þeir viljast ansi margir ekki hafa first name. Eða þeir með svo mörg að þeir geta ekki valið, ég veit ekki hvað Allavega, þetta bara það sem við gerum. En hvaðan kemur þessi hérna? Hvaðan kemur þessi player data gateway? Og fyrir það utan það, þá fyrsta hérna, hvaðan kemur, ef þessi hérna, player import process, muniði, hann hérna í B4, einhverju falli, manni hvað heitir, og hér myndi hann setja upp, finna hennar service. Þannig að þessi player import gæi, hann þarf að vita hvað þessi service. Það eina sem hann þarf að vita. Þannig að það fáum við þetta hérna inn í app.xml. Þannig að við bara lesum hann hérna inn. Lesin app.xml. Kóðin fyrir það þið þekkið hann, ef við séð hann áður, ég les hann inn. Og síðan bara ég komið, segjum að ég geima hann hérna. Já, ég bara lóta þessum hérna interfacei hérna inn. Og inn í þessum app.xml þar skrá sem þar svona bean-id sem vísar á þennan hér, ekki stubnin. Þannig að þessi hérna, hann fær breytu af taginu, búum til hérna, það getur betur. Búum til hérna, þetta semst, þannig að við búum til hérna application context, CTX bara, hann búinn til og sen í B4 þá myndum við newa hann hérna. Þá myndum við búa til löglega CTX, þá getur sagt við hann CTX búinn til, bara file, hvað heitir hann, svo getur sagt við CTX get bean eða hvað það var, það ekki eitthvað svoleiðis. Þá fæ ég tilbaka interface hérna, ég þarf að typecasta það, en ég fæ tilbaka, ég komin út af player service. Ég fæ þetta hérna interface, player service, sem þá bara að breyta, sem hann sé hérna, player service. Þetta breytan, player service, ég fæ hana tilbaka hérna og það sem ég sæki þessi hérna player service. Svona, sæki hana og inn í þessari skrá, þá þessi skrá að vísa á þennan hérna. Ég skipti út stubnum. Ok, þannig að þessi að nota interface, þannig að allt sem þessi gerir bara að nota þetta interface, bara hérna. Og síðan spurningin, viljum við hafa þetta interface og það alveg mjög góð svona pæling hvort að þessi interface sem sé ekki bara óþauki, af því að ég þarf hvort að njúa hennar, það ekkert stopp hérna, en þið sjáum munin, sko, það sjáum að þið getið hérna, ég svona svolítið efins að hafa ómikið af svona interfaceum þegar að þetta allt vírað saman í hvort þið í ákveðna klasa, það ekkert verið að skipta út fyrir stöppa, það ekkert gert. Þannig að þetta prósessin, hann þarf að gera það, en það þessi hérna hönnun sem að skipti máli. Og þá erum við með player service hérna og svo ég með útfærslu hérna á því bara kalla yfir á þannan hér. Nú síðan það svolítið duplication, það kemur eiginlega bara sama hérna. Þannig að við búum til table data gateway, munið table data gateway gátt á töflu. Þannig ég bý til player data gateway. Og þegar ég hérna með, þá hugsa ég, nú ég með SQL. Nú ég að horfa bara að skellt kóðan og einu sem ég þarf að gera að taka inn gögn, setja í databasein eða sækja gögn og setja inn í breytur og skila. Það þessi hérna. Þetta svæðið bara þannig. Pakkin data, allt sem að tengist þessu data hér. Þannig að hér þessi gátt. Þetta interface. Sjáu, þetta bara sama hérna. Þá hérna eitthvað, hvað sagður við, create. Create, tekur player, p. That's it. Hann skilar hérna einhverju tilbaka, kannski integer. Kastar exception ef hann til. Þannig að við myndum segja hérna throws einhverju hérna exception. Það væri þá ru
exception. Þannig að við myndum grípa einhverja spring exception, skipta yfir í okkar exception og henda henni. Þannig að það sem fer hérna yfir eitthvað sem við könnumst við. Það ekki eitthvað sem skilgreint í þessu röð-frameworki. Það ekki þá eitthvað svona spring-gæi sem poppar hérna upp, sko. Auðvitað getum við ekki lokað fyrir það því að það er svo mikið á runtime exceptionum í þessu, en þetta hugmyndin svona hafa þennan vegg svona og hann sé punktalínu að hafa þetta. En allavega, síðan bara býði til hérna útfærsla á þennan angaur og hann væri þá bara player data og ég skýr það bara svona, það hægt að skýra hvað sem imp eða eitthvað. Og þá ég með þetta create fallina, tekur player, P og svo kemur hérna simple insert eitthvað og ég móka fieldin yfir og execute þetta. Þetta saman kóðið var í dæmatíma gögnunum. Þannig að hér hugmyndin að hér semst SQL kóðinn og þannig getum við ég get sýnt ykkur hérna kóða ef ég færi hérna aðeins. Fáum hérna Þannig að þetta hönnunin. Þannig að við erum með service layer sem sér bara servicinn og svo data layer sem sér bara data. Þannig að þetta það sem við viljum gera. En það getur tengstanum og síðan til þess að fá hérna gattin á þennan hér, þannig að það sem player service þarf að gera, hann þarf auðvitað einhvers staðar í konstruktúrnum einhvers staðar, það getur þessu, hann þarf að nota data XML. Þannig að hann gerir það sama og player import function. Þannig að við erum að gera þessa load á öllum stöðum. Já, sko, runnerinn hérna player import processing, hann loadar upp serviceum hérna úr app. Ok? Þetta bara application, hann loadar upp serviceum hérna, nafninu á honum. Player service data, service classin, sem þá domain layerinn, hann þarf að vita hvað databaseinu. Þá einmitt nokkra leiðir til að gera það. Ein leiðin bara svo að þessi service data, hann bara notar data XML og sækir til að hlaða gattin inn. Og hlaða inn þessum place. Ég þarf að fá þann hérna. Annars sem við gætum gert er það að hann bara njúar þennan hérna klass. Þá erum við ekki að gera plugin vinnslu, þá erum við bara njúan þeim. Og það sem að mér langar að gera er það að við notum þessi munstur og þessi overkill, að við markum ekki eftir þessum, en bara svona að sjá hvernig þetta virkar og við kunum bara hafa það í huga að þetta er kannski aðeins og mikið að finna góða. Heyrðu, það er það svona alltaf valkostinu sem stendur fram til þegar við erum bara svona. Já, ég hef ekki að ná að vera. Já, ég vonandi til að hann myndi henda þessu í. Heyrðu, ok, sko, náðu þessu hérna. Þetta er svona dæmigir import process og hann mun fylgja með, þannig að ég get skoða hvernig hann er gert. Og ég læt fylgja með síðan meira sem að ég ætla að setja á morgun. Það er bara að klípa andaband með aðeins. Það sem ég ætla að gera líka er að setja inn hérna nokkra SQL-skriftir fyrir töfluna, þannig að ég get búið það til. Og síðan fara að búið til einhverja aðra töflur. En það verður allavega einhver svona data-klassi sem fyrir að gera þetta með 4, en eitthvað verður user og player og eitthvað sem verður tilbúið, þannig að ef við gera
hann bara setur allt inn í dótið. Þannig að það er ekki ákveð, það er samt eitthvað fyrir ykkur að gera. Það er eitthvað nóg. En heyrðu, þetta er þá svona, þá skulum við skoða aðeins að við myndum búa til vef. Þetta er standalone main file sem að keyrir og það er einhver vefur þarna. Þetta er einfalt fínt. Ef við verðum með vefinn, þá þurfum við að huga að þá þurfum við að huga að þessu Model View Controller koncepti sem að lífið nú ennþá, en menn hafa nú svona verið að reyna að drepa það, alls konar hugmyndir í gangi með það. Það er svo mikið af svona framþróun í þessum frammenda og til dæmis kom út þarna frá Facebook eitthvað dæmi daginn og þeir fóru beint í fóru allir í að skoða það. En allavega, hér erum við með Model View Controller. Þá erum við með controllerpakka og hver service hann er með sinn eigin controllerpakka. En í verkefni 4 þá held ég að við séum ekkert að skipta þessu mikið upp. Það er bara ómikið vinna. Þannig að þetta má allt vera í einum projekti, svo sem allavega í mjög fáum projektum. En í raunveruleikanum þá myndi ég búa til user service og hann hefði user controller hjá sér. Hann hefði user service og user data og allt það og svo væri hann bara deployað sér. Það væri engin annar með, hann er bara einn. En í þessu, veit ég hvað sé praktískt að, já, dó þessi. Veit ég hvað sé praktískt að gera þetta svona í bútum. Annars hana. Ég þarf að búa til controller og sem svo að ég ætlaði að gera userinn, bara sem ég ætlaði að búa til hérna bara user þjónustuna, til dæmis að updata prófælinni eitthvað. Ef við færum að útfæra það, þá þurfum við fyrst að sækja userinn og það væri þá eitthvað fall sem að kæmi hérna inn og við myndum bara ákveða það ef að ég ef ég keyri Rufan API users svona og með einhverja ID hérna þá þetta urlinn sem að kemur hérna inn. Þetta urlinn sem við myndum setja inn í routes töfluna. Og það sem að þessi inn í routes, þá myndum við segja hérna, ég ætla að láta hann keyra user controller punktur, hvað ég segja, get user. Það er nefnilega þessi routes-tafla, hún þarf að vera svo, það er svo mörg sem koma, það má ekki heita neitt sama, þannig að það þarf að vera eins nákvæmt að þetta bara get user. Og þetta er routes-línan, þannig að þetta kemur inn í það og þegar ég execute þetta þá myndi ég gera eitthvað svona ID og ID varpast inn í þennan hérna, kemur eitthvað ID hérna inn, skiljið. Þetta er bara svona eins og við myndum setja þetta upp. Þannig að ég er búinn að skilja þessa línu, síðan býð ég til þennan user controller og það er hann sem er svona þessi controller, það er það sem er leiðilegasti parturinn í þessu, þeir þýðast aldrei rétt. Play þarf að þýða þá. Það er alveg hægt að finna út hvernig á að þýða þetta og hafa látið þetta keyra beint inn í þessu umhverfi en hann svona ring með það. Svona. Ok, user controller, það sem hann myndi gera hér, það sem hann síðast sem hann gerir, það er hérna eitthvað return. Og hann return og svo kemur hérna eitthvað fyrirbæri sem að kemur hérna inn. Og ok, það sem þessi gæði þarf að gera, user controllerinn, hvað þarf hann að gera? Hvað er verkefni hans hér? Hvaða klasa myndi hann þurfa á að halda ef hann ætlaði að sækja notendur?
Þetta þá hérna HTTP-layerinn, eða web-layerinn skulum við kalla það. Presentation, domain, data. Þannig að þá gerum við hérna user service eða eitthvað sem svipað á það. User service það þá klasi hérna og hann á database og hann á alla reglurnar userinn og svona yfirferð og validation og svona dót. Og svo erum við með data hérna. Og þar var ég með user data gateway. Og inn í þessu, ef þetta væri interface, við búið til interface eins og í hinu, getum líka bara að setja í, en þá væri hérna get user sem að tekur inn ID og skila user. Ok? Og hér væri þá bara einhver select skipun. Einhver SQL select skipun query for object og skilar hérna einum user úr database. Þannig að hér database kóðinn, hann er einangraður hér, hann fer aldrei hingað yfir og þessi hérna hann myndi í raun og veru bara þurfa að kalla þessa user data gateway .get user með ID-inu sem hann fekk inn hérna. Þannig að þetta á að vera fallið. Sorry. Þannig að bara endur tekur sig. Þetta svolítið svona tvíverknaðar, þetta svona við náttúrulega að gera það sama. Þannig er þessar applikationir, það að gera rosa mikið það sama. Sko. Þannig að það búið að leysa eitt þá eiginlega mikið komið. Þannig að hér einhver konstruktor, user service, sem að njúar þennan hérna kontekst, sem að sækir, sem bara kalla user data gateway. Þannig að user data gateway interface hérna, það bara tilbúið, þetta bara klasa bara þetta. User data gateway, UDG, hvað maður það. Og þannig ég kom með hann afskapaðan hér og svo get ég sagt hérna fyrir get user. Þá get ég sagt, hérna ekki bara ID-inn, int ID. Segi hérna UDG get user. Eða find user eða eitthvað, hvað sem við kallum það. Þannig að data layerinn, og þegar við erum að hoppa milli pakka þá þurfum við að skipta hér. Þannig að hér sem SQL data, hér sem bara domainlogina, sem að í þessu tilfelli eins og aftur eins og áðan bara óbúðslega straightforward eitthvað. Þannig að ég bara returna þessu hérna. Return hann fer hingað. Þannig að hér bara layer og hér annar layer interface báðum, þannig að það svona umhugsunarefni hvort það sé of mikið en látum það líka myndi hluta að sinni. En síðan þessi hérna hann sem að sækja user service .get user. Það fekk hérna inn það var hérna fallið get user sem að var í skránni. Hann myndi þá nota user service .get user hann keyrir sem sagt. Þetta fall. Þessi keyrir þetta fall. Þannig að það þessi millilegi. Já. Þeir eru 3 hér sko. Já. Síðan hérna, þessi komið með þá user og það ekkert mál að debugga. Þá bara keyrir upp debuggerinn. Þá getið þið séð hvernig þetta gerist. Og hver að kalla á hvern og svona. Þannig að það sem ég mæli með og stendur ekki mínútan. Það rosalega sniðugt að byrja bara á að klára þannig að það taka bara database. Það ekkert að þvælast fyrir eitthvað vefdrast, sko, einhver HTML, JavaScript kjaftaði sem að bara að eyðileggja fyrir okkur. Klára þannig hérna, gera bara testklassa með einfall sem bara njúar drastlið, þarf ekki þess að kontekst, spring, bönir, dæmi, bara njúum þetta dót, beint og testum þetta. Og fínt svo bara getum við búið til þennan hér, svo fyrir við að tengja við. Ef við vitum að munið galslaðmálið,
öll flókin kerfi eru búin til úr einfaldari kerfum sem virka. Öll flókin kerfi sem virka eru búin til úr einfaldari kerfum sem virka. Þannig að ég láti þetta virka, ég veit að það virkar, og ég geti búið til þetta hérna, ég veit að það virkar, ok, flott. Og ég geti búið til þetta hér og hérna kemur flækjustíð. Hér er svona það sem að menn eru veikastir í, þetta er svona Java-kóðið, hér eru við með bakkan, sko, vefþjónin og allan bakkan. Allavega, ég sæki userinn hérna og síðan bara returna ég return walk sem er þá protokollin 200, muni, HTTP, ég bara leggja á minnið að það return 200. Ef það væri redirection, það var það 300 eitthvað. Og svo kemur hérna user hérna. Og þetta fær náttúrulega villur í intelligent því að hann fattar ekkert hvað þetta er. Þetta var ekki einhvern veginn svona, ég bara gert það frá minn. Heiðu, þá er þessi komin. Nema hvað er þetta hér? Við getum gert eitt. Bara svona til að testa þetta fyrst. Þá getum við sagt bara, ok, to Jason. Þá fáum við bara Jason-streng þarna. Það er ekkert view. Þá getum við bara keyrt upp í browsernum, keyrir bara bintana hérna get in með ID, fæ bara Jason-streng tilbaka. Skiljið. Það er mjög fínt að debugga það svoleiðis. En hérna, ég ætla að fara yfir á þetta view. User profile. Já, einmitt í verkefni. Í einum lið. Þá gerum við það. Í þessu verkefni þá einum stað sem við notum REST og restin bara sem er á. Ok. Allavega, við förum yfir á, ef ég man rétt þá þetta hérna eitthvað, það þarf að gefa upp einhverja parametra hana. En svona er þessi kontroller. Síðan hitt hérna fyrir, það þetta view. Og viewið í skala, forritunarmálið sem við skiljum ekki. Og við ætlum ekki að reyna að skilja, en við ætlum að klampa okkur í gegnum þannig að það virki, sko. Og þannig að þetta bara, þannig að hérna fæ ég bara einhverja síðu og ég fæ þessa parametra hérna inn, user, af þessu tagi hérna. Þá get ég bara nota þennan user hérna inn í þessu, bara búið til form hérna og sett inn í formið alla dítelana, þannig að það birtist. Þannig að ferillinn þannig að það kemur hérna fyrst hitt inn á kontrollerinn gegnum routes, það fer inn í hérna routes, töfluna, þannig að vefþjónninn, hann að keyra og hann skoðar routes, sér, ok, það user controller get user, keyrir þennan hérna, þessi búinn að njúa þennan hér, hann gerir það einhvers staðar í kontroll í hérna smiðnum eða eitthvað, einhvers staðar annars staðar, þá bara gerir hann það. Og keyrir hann hér, þessi keyrir þennan hérna, svo kemur hann tilbaka og þá fer hann yfir á þetta hérna, view, og þá fer síðan tilbaka í verkþjónum sem fer hérna. Þannig að þetta ferillinn. Og svo þegar það þarf að tengja saman síðu, þá þarf að passa að ID-in fari hérna inn í hérna hér. Heyrðu, þá langar mér að fara aðeins já, þetta hérna aftast, þá erum við að horfa hérna á skilaverkefnið. Þetta hérna sem aftast, það bara svona til að hjálpa til og bara svona til að sýna verkefni hérna 3. Ok. Ok, förum þá yfir skilaverkefni 4, bara lið fyrir lið. Ok, þetta hverju á að skila, það bara zip-file, en það sem við ætlum að gera í raun og veru að skoða lausnina í kistlu og ekki hafa ágjörð því, það er ekkert til að stressa þér yfir. Þetta er bara einfalt og mjög óformlegt, þá mæta strákarnir í dæmatímana
og það bara sýnt þeir mæti með checklista, virkar þetta, virkar hitt og það bara sýna þetta og ef það eitthvað sem það ekki búið að gera, það ekki kláraðist ekki og bara segja það, mjög einfalt og þá svo bara haka það við, ef það eitthvað sem þið eru með, sem þið viljið koma á framfæri, þá það, þannig að, já, bara síðast í dæmitímanum daginn eftir og bara kláruðu við það og hérna ef þið komist ekki í dæmitíman eða eitthvað fokkaðist upp þá bara hafa samband og það þá allavega einn dæmitími annar eftir eða við fundi tíma, tjekka á þessu. Þannig að það hugmyndin að sýna lausnina, bara í keyrslu. Þá náttúrulega sjáum við hvað virkar og hvað virkar ekki og tekur örstund að fara í gegnum fyrir hvern og einn. Þannig að þetta mjög óformlegt og bara skemmtilegt að gera þetta svona. Þannig að þá erum við með allavega smá fjölbreytni í yfirferðinni. En allavega, og kannski gengur hún hraðar fyrir sig, það kannski líka það. En allavega, það fullt af hlutum sem verður afhent á morgun og meðal annars allir þessi prósessar. Ég eru sem að hafa líka hana Fantasy Point prósess. Hann er til, þetta er Players hérna, þetta sé hérna. Nei. Ég var komin með það. Nei, heyrðu, ég er ekki búinn að setja hann hérna upp. Ok. Ég átti að setja hann hérna inn, sko. Þennan hérna Fantasy Points process. En hann er mjög einfaldur. Það er bara player ID, punktar. Og hérna, það er bara import af því. En það er að búa til töflustruktúr fyrir það, svo að hérna, krassi ekki, sko. En síðan er hérna, þetta hérna er bara að klára að gera það klasa. Þetta verður að mestu leyti útfært. Player import processin, það þarf að bæta við team import process, það þarf að bæta við team database stóti og database stóti fyrir þessa hérna gaura. Þannig að user og player verða klárir. Og eitthvað af þessu, það var eitthvað skrítið hérna hjá mér. Þannig að þetta er bara, hér er bara verið að gera database layerinn, þannig að það er fyrst. Síðan er hérna, þetta er aðeins smá tricks, það er að segja hérna að það er afhent umgjörðin fyrir vefsíðuna, það kemur svona menu og þar er player, þar er svona profile og þegar ég ít á profile þá í því sem er afhent gerist náttúrulega neitt en þegar ég ít á profile þá myndi koma einhver HTML síða sem þið búið til sem kemur bara á vefþjónunum og inn í þessari HTML síðu þar er REST-API sem að kallar á APA, þetta er eina restið. Það er að segja að það er einhver þjónusta þá sem heitir get teams. Og sækjum það og þá kemur það inn í hennan dropdown. Og ég gerir ráð fyrir að þið kunnið að populera svona dropdown. Þið megin nota jQuery eða hvað sem er það bara. Og síðan kemur hérna að koma through field, þá gerum við þarna eitt form. Og síðan kemur list of tournaments og það er í raun og bara að sækja listan, það er yfirleitt bara eitt, þá búum við bara til í grunninn eitt tournament sem að kemur og best að gera bara skala template fyrir þetta. Sést kannski ekki. Svo er það fantasy team, þetta er hérna, já, þá kemur current fantasy team, það sem að ég er búinn að búa til. Það er síðan búið til hér. Þetta er kannski stærsti liðurinn í þessu. Og eins og ég sé þetta fyrir mér, að það sem við erum að gera hérna, það er bara að tökum lið fyrir lið. Fyrsti liðurinn er að gera þessi hérna, þessi domain og data, klára það. Þannig að eftir import-prósessinni virka, þannig að databaseinn, hann er með team, player og game. Það er bara komið. Þannig að það er bara að klára allt sem vantar, það er fullt af drasli afhent. Þannig að verkefni gengur út á það að sjá hvernig það virkar, klára það sem vantar upp á og fá allt inn í database. Það er einhverja SQL-skriftur sem fylgja með, sem verða í ETC-möppu, fylgja með að þið getur keyrt þær bara í einhver database-tóli og þá verður þetta til og þá getur búið til, síðan það er búið til database-kóða fyrir eitthvað af þessu. Það eru svona tricks inn í þessu eins og
country og position, við þurfum að hafa þetta líka með, allavega position. Allavega, þetta stór hluti af þessi afhentur. Síðan kemur verkefni 2. Það var user profilinn. Þá myndum við búa til user controller. Þannig að það er bara það sem við erum að tala hérna. Get ID, það kemur inn og það er búin til eitthvað view sem heitir profile html.scala. Og þetta það þarf að vera með einhvern rest JavaScript til að þið geta haft það í sér file eða hvernig þið gera sem poppinu þetta. Annars kemur bara þetta form hérna. Kemur bara í username. Þetta er bara nákvæmlega svo sign up form. Ég spyrir að það ekki skala forðunum. Jú. Það er bara eitthvað view engine sem Já. Þeir voru með velocity sem var svona svipað. En þetta skala, þetta er mjög öflugt þetta framework en menn eru svona samt sem svolítið að færa sig bara í það að vera með HTML pure og síðan bara appa á móti. Nei, þetta er bara allt í, ef það er ekki komið í dæmatíma þá er ég hissa sko. Þannig að all validation og allir formanum það er þegar í dæmatíma sko. Það á alltaf að vera til í dæmatíma sko. Og þeir sem hafa gert dæmatímaverkefnum, þeir bara þurfa að fletta upp í haustum á sér hvað þetta var sko. Og til dæmis síðast dæmatíma databasein, þar er allir kóðin sem þarf til að gera þessa hluti sko. Þannig að þetta er ekkert, en það er að það þarf að finna út hvernig á að gera þetta rest og það var einhver dæmatími sem var með það, heil dæmatími sem var hét eitthvað rest, eitthvað lab. Allavega þetta er bara eins og sign up og með validation filtranum hérna. Svo fer þetta inn í validatori, þannig að ef að ég breyti, þetta er það sem er fyrir sko, það er first name, eða þú veist það er nafn og eitthvað svona eins. Svo kemur hérna favorite team og hann er með favorite team, þá bara skráist það þegar það kemur inn á það þarf að bæta við þessum fíldum við userinn sem verður til, sem við fáið afhenda, það er að bæta þeim við. Og síðan er hérna kreditkort og expedate, bætum því við og ef það er ekki fyrir þá bara það koma villur hérna ef að til dæmis út væri eitt en ekki hitt, þannig að það tjekka á það, þannig að þetta er smá villtjekk. Þannig að það er eitthvað svona profile síðan sem maður þarf að búa til og svo búið til 2 föll, það getur því, það er alltaf svona blank og svo submit. Það er blank, býtt í tómasíðu, submit það hérna bústarinn. Þetta er alveg nákvæmlega eins og sign up nema það kemur hérna smá viðbót hérna fyrir neðan. Ok, þetta er semst þá nummer 2. Smá trikk sem ég að populæra þennan, annars bara getur við slegið inn þessi fíld og þetta er nákvæmlega eins og sign up dæmatíminn sem við gerðum. Síðan er list of tournaments. Já, næstu 2 eru reyndar mjög svipar, þetta er eiginlega bara ósköp einfalt, það er hérna, þá nota ég tournament controller hugsanlega, þið bara ráðið í sko. Eða fantasy, eitthvað svoleiðis, ég veit ekki, hvað er maður að kalla þetta? Fantasy controller og þá er hérna my fantasy team, eitthvað svoleiðis. Þá fer hann í database og hann leitar að teiminu og þið þurfa að hugsa hvernig þið búið til database í þessu. Því að hérna, við erum með töflur fyrir player, hann er með ID og þetta dóti. Við erum með töflur fyrir team og við erum með töflur fyrir tournament. Þar er ID og þar er start time og svona dót. Og það sem við þurfum að gera er að hérna búa til nýja töflu. Þetta verður allt saman, flest af þessu verður nú bara tilbúið. En við þurfum að búa til svona tournamenttöflu og hún myndi innihalda tournamentið, ID og hvenær það byrjar og hvaða deild er svona, þessu er lýst þarna og svo frá það. Síðan þurfum við að búa til svo spurning, hvað gerum við þegar ég fer og býti minn fantasy team, þá fæ ég upp skjáminn. Förum í þannig ef ég er að fá upp sem ég segi að fara að búa til mitt fantasy team. Þá fæ ég upp hérna tournament upplýsingarna hérna efst.
Þetta tournament, heitir þetta hér og English Premier League byrjar hér eða endar sem sagt entry. Svo fæ ég upp bara lista af öllum leikmönnum. Það ekki? Við gætum haft hérna, sko, nei, við þurfum að gera það öðruvísi. Þannig að þetta tillagan. Þannig að fyrst kemur fantasy teimið mitt. Ok? Hér er goalkeeper. Er það ekki? Hér er defender, midfield, forward. Ok, það er búið að ákveða þetta. Ok, þegar ég fer inn í þetta, þá getum við bara búið til svona skjámynd og það er ekkert hérna inni. Þannig að ég er ekki búin að velja goalkeeperinn, þá er spurningin hvar velji ég hann? Þá getum við gert ýmislegt, ég meina, hér er bara annarkvort tómt eða eitthvað. Ég geti búið til einhvern hnapp hérna með plus eða add eða eitthvað. Svona, sem ég bara búið til button sem heitir add og færibreytan inn í þennan add er goalkeeper, er position abbreviation. Ok? Þannig ég fæ þetta hérna er bara búið til í minni. Þetta er bara gert í minni, það er ekkert að búið til eina töflu strax. En allavega, ég er hérna með add-knappinn og ég smelli á hann og þá fæ ég bara aðra síðu. Það er þá með 9 dagar, eða 11 dagar. Já, til dæmis. Þá fæ ég síðu sem er þá bara listi of players. Og það koma bara markverðir hérna. Okay. Einhvern veginn talar að í einhverju stöðu eða einhverjar stöðu var þannig að það var tveir myndir sem ættu að taka. Hvað segirðu að? Var ekki einhver stað að það ættu að tveir með einu í einu? Já, það er hérna. Það var bara með drop-down-lista skrála. Þú mátt það. Hérna, já, sko, það er þannig á þessum síðum, sko. Þá getur verið með, sleppt ég að vera með forward og haft bara hérna defender á mitt, þá getur ráðið aðeins. Það eru tveir sem eru svona unspoken for, mega vera hvað sem er. Við bara neglum þetta niður, við erum ekkert að pæla í því. Það er algjör óþarfi að vera flækja þetta meira. Þetta er ágætis skaplir, sko. Það var ekki val. En allavega, sko, síðan bara, ég get gert svona nappa þannig að ég fæ upp lista af viðkomandi player, ég smetla á hann og þá er það sett inn í einhverja session-breytu sem ég er með hérna í kontrolunum og það er aftur farið hérna yfir. Þannig að hér á bakvið þennan hér er add to fantasy team. Það er eitthvað fall hérna. Og það fer sem sagt hingað. Hann bætir þessu við einhverja breytu sem er hér, einhvern lista, array-lista eða hvað sem er, og sendir hann síðan hérna yfir á þessa hérna síðu aftur. Þá kemur hann inn í síðuna og svo displayið þetta hér. Þessi breyta, fantasy team, my fantasy team, við getum bara búið til eitt team sem er með 11 players. Það er einhver breyta hérna, hann fer hingað aftur og birtist hér. Og síðan get ég gert aftur fyrir næsta, svona, svo fer hann alltaf svona inn. Svo þegar þetta er allt búið, þá get ég ítt á submit-knappinn, þá tekur hann þetta hérna, það sem er komið í minnið, og tekur þennan buffer hérna, hann býr alltaf til 9. Kemur hérna, þá fer það inn á fall hérna sem að segja hérna enter eða enter tournament eða eitthvað. Tekur þá þetta tournament og setur það þá inn í lista. Þá er spurning hvað fer í gagnagrunnin. Sko, það sem er sniðast að gera er að búa til fantasy teams sem er þá með einu teimi hvert. Þá er það player ID og það væri tournament ID. Það þarf ekkert mikið meira og svo kannski einhverja fleiri upplýsingar, nafni á sig eða eitthvað. Síðan getum við verið með aðra töflu sem er að geima playerana. Þannig að það er eitthvað ID hérna, fantasy team ID og það er þá hérna. Hér er þá
player ID og þetta 11 sinn. Þannig að þetta eiginlega stærsti parturinn í verkefninu. Þessir hérna þá 4 og 5, þeir eiginlega svolítið sami liður. Þannig að My Fantasy Team þá bara sama og hitt hérna því að ég alltaf að birta það. Þannig að þessir eru mjög svipaðir. Þannig að 3 bara einfaldur listi og svo þetta hérna, þetta eiginlega flækjustigið í verkefninu. Svo þarna pínlítill bakendaferðir. Þannig að aðalatriðið að þetta eiginlega verkefni. Það bara að fá þetta til að virka. Svo smá einhver töflustrúktúr sem það að pæla í. Mátt sem sagt gera ráð fyrir bara einu töflu? Já, mátt gera ráð fyrir einu töflu. Það alltaf. Heyrðu, ef við ekki bara á mánudaginn fara betur yfir það og kíkið á gömlu dæmatímann til að finna að stráleggingin mín svo að pæla í datastruktúrunum fyrir þetta hér. Þið þurfum að gera þessar töflur. Ég mun koma með allar töflurnar eins og player, tournament, team, game sem svona stopptöflur. Það eru bara nákvæmlega eins og þið trúið að þið séu. Það getur vel verið að þið þurfum að breyta eitthvað í þeim ef þið viljið, andan það kemur skipti. En þið þurfum að búa til allavega einhverja svona töflur hérna og gátt ofan á það og allan pakkan þar. Og síðan á morgun kemur eitthvað af þessum þið þurfum að gera einhverja datakóða en eins og til dæmis importið fyrir playerinn. Þannig að við ætlum bara að afhenta það þannig að það sé ekki verið að þannig að við náum að gera meira. Það sem okkur langaði að gera bara ná að gera eitt svona þannig að það verði til teymi og ef þetta svolítið skammtur þá erum við svona komað með bara eitthvað sem að myndi vera handavinna. Þannig að reyna að gera það. Það tekur mig smá tíma að gera það en ekkert rosalega mikið. Ég kláraði þennan stóran hluta af þessu í morgun. Þannig að þið getið byrjað á þessu í kvöld. Það er ekkert, vínbúðin eru lokaðar, þannig að það er engin afsökun. Segjum þetta bara gott.